Þá skulum við skoða Laplace-færslu formúluna og hvernig við reiknum Laplace af kosinus. Þetta sem sagt stutt táknmál fyrir eitthvað tímaháð fall og hér S-tíðnin. Og þetta sem sagt stytting á þessu heildi, svo óeinlega heildi. Það heilda hér yfir jákvæðu hálínuna. Og hér kemur e-veldinu mínus st og þið sjáðu að t-ið er jákvætt. Það er frá 0 upp í pluss óendanlegt. Og s-ið, tíðnin, það er líka jákvætt tala. Þetta er margfaldað við fallið, heildistofni og svo er heildað. Það sem þetta gerir er það að þetta tekur eitthvað fall og hérna erum við að margfalda með tölu sem að stefnir á 0 þegar tíminn stefnir óendanlegt. Þannig ná menn ofta að keyra niður fall. Hvað þetta er þá formúlan sem að Euler byrjaði fyrstur að fikta í, Laplace tók við og Heaviside notaði þetta síðan í rafrásum. Strangt tekið ættu við að segja að við erum með eitthvað stóra n sem stefnir á pluss óendanlegt og við heildum bara hérna upp í einhverju endanlega tölu. E-veldinu mínus st, en það er svona undirskilið, f af t, dt. Og nú skulum við reikna Laplace-færslu kosinus af alfa í fasti t. Við sjáum það að tíminn er hérna leppbreyta og hér er engin breyta, þannig að þetta hér verður fall af því sem hér stendur, s. Og samkvæmt skilgreiningunni þá hefur við hreinlega bara að setja kosinus og alfa t í staðan fyrir f af t. Og ég ætla að skrifa þetta svona. E-veldinu mínus s t sinnum kosinus fasti t dt. Nú vorum við búin að smíða okkur þessa hérna formúlu. Það er að segja formúla sem smíðum svona, við sem ekki hafa heildismörk. Hún er e í veldinu, hérna höfum við at, en nú hentar okkur að hafa mínus s. Og svo vorum við með formúlinu sem smíðum kosinus af b fasti, dt, en nú hentar að hafa alfa. Og kannski er algengar að hafa omega hér í mörgum bókum. En allir heil að hafa alfa. Við vorum búin að sjá að eða leið út að formúlan er e í veldinu at og nú er a mínus s deilt með alfa í öðru og svo mínus s þá í öðru. Þetta var a í öðru og b í öðru. En nú fáum við þá mínus s í öðru og alfa í öðru. Alfa í öðru pluss s í öðru. Og svo er þetta venjurnar. Hér er nú bara haft s á undan og alfa eftir. Ekki að skipta neinu máli en þetta er þá venja. Og svo settum við dot hérna og vegur talnana hér, mínus s og alfa og kosinus af alfa t hér og sinus af alfa t hér. Þetta er þá minnisreglan og við getum þá aðeins skrifað það sem þetta er. Þetta er bara að skrifa til minnis. En við munum samt sjá að þessi debilfeldis framsetning, þegar við tökum bæði kosinus sinusinn saman, hjálpar okkur til þess að skilja ákveðna eiginleika. Nú man ég hvað ég á að gera. Það var mínus s sinnum kosinus af alfa t pluss alfa sinnum sinus af alfa t. Og það er í raun og veru ekki annað eftir heldur en að meta heildið. Og þá set ég bara inn heildismörkin. Þau eru frá 0 og upp í pluss óendanlegt. Frá 0 og upp í pluss óendanlegt. Og hvað gerist? Það er bara slaufur. Fyrst set ég
óendanlegt hér inn í staðinn fyrir tíman og svo hér og hér. Ég ætla bara að setja, þó það sé kannski fyrir strangtrú að það ekki fallegt, en þetta er e í veldinu mínus s sinnum pluss óendanlegt. Ég segi bara sinnum óendanlegt. Á móti s í öðru pluss alfa, óendanlegt hér, og fæ ég mínus s kosinus af alfa sinnum óendanlegt. Hér er ekkert markgildi því við vitum ekkert hvað þetta er. Það er bara sveiflast upp og niður, kosinusinn. Og svo pluss alfa sinnum sinus af alfa sinnum óendanlegt. Þá er ég búinn að setja inn efrihelgismarkin. Mínus, og við erum með þá e í veldinu mínus s sinnum 0 á móti s í öðru pluss alfa í öðru, myndi ég tíveldinu. Svo þarf ég að setja 0 hérinn og hérinn. Mínus s sinnum kosinus af, kem ég ekki fyrir, kosinus af alfa sinnum 0. Svona, þess að hnika þessu til. Svona, og ég fer bara að fara í næstu línu. Og pluss alfa sinnum sinus af alfa sinnum 0. Og þá er ég búinn með slaufuna og nú þarf ég að meta. Þetta hér er bara mínus óendanlegt. Og e í veldinu mínus óendanlegt er eins og 1 deilt með e í veldinu óendanlegt og 1 deilt með óendanlega stóri stærð er í markgildinu 0. Þannig að ég fæ hér, ég sagði bara 0. Ég fæ hér 0. Hér fæ ég s í öðru pluss alfa í öðru pluss einhverjar stærðir sem eru endanlegar og 0 sinnum hvað sem er. Það skrifa þér bara mínus s kos óendanlegt. Ég veit ekki hvort þetta er pluss eða mínus óendanlegt, því ég veit ekki hvort alfa er pluss eða mínus talað, þannig að þetta er ekki rétt hjá mér. Ég ætla að skrifa bara alfa sinnum óendanlegt. Pluss alfa sinnum sinus af alfa sinnum óendanlegt. En það skiptir engu máli hvað þetta er, því þetta er takmarkað. Það er að segja þetta er ekkert endilega stór stærð. Kosinusinn er mestalagi 1 og sinusinn er mestalagi 1, þannig að ef við hittum þannig á að þetta er mínus 1 kosinusinn og þetta er pluss eitthvað tíman, þegar við erum komin í eitthvað mjög stórt n, þá er þetta í mestalagi s pluss alfa. Þá tökum við seinni liðina og þá þurfum við að skoða þennan. Þetta er e í veldinu, 0, mínus s er 0 sem er 1. Þannig að ég fá hérna 1, hérna fáum við s í öðru pluss alfa í öðru. En nú get ég metið, þetta er bara kosinus af 0. Kosinus af 0 er 1. Þannig að við fáum hér mínus s. Og hérna fáum við sinus af 0 sem er 0. Ég ætla að skrifa það hér til þess að minna mig á það. Alfa sinni 0 er bara 0. Svona. Og við sjáum að allur þessi hérna liður verður 0. Og þá er ekki annað eftir heldur en að segja mínus er pluss og við fáum þá s deilt með s í öðru pluss alfa í öðru og þetta er komið. Svo er eðlilegt að taka niðurstöðuna saman og við fáum þá að Laplace af cos alfa t í breytunni s er þessi formúla s á móti alfa í öðru pluss s í öðru og svo höldum við okkur við hefðina og skrifum s í á undan. S í öðru pluss alfa í öðru. Nú má ekki gleyma því að það skiptir hér öllu máli að s-ið er jákvætt. Því ef það
væri ekki tekið fram í skilgreiningunni að S-ið væri strangt jákvætt, þá gætum við ekki vitað að þetta yrði alveg örugglega mínus óvandarlegt. T-ið jákvætt, S-ið jákvætt, mínus fyrir fram að jákvætt margfeldi. Það er þess vegna sem að við erum með alveg örugglega e-veldunum mínus óvandarlegt sem er 1 á móti e-veldunum óvandarlegt. Það er 0 í markgildinu. Þannig verður maður að rökstyðja þessa niðurstöðu. Svona. Svo ég sagt, þetta væri ekki rétt ef S-ið mættur en neikvæð tala. Það getur ekki fengið þetta út. Þá skulum við hér Laplace færsla kosínus. Það er svona.